Góðan daginn elskurnar og velkomin í Geimsýruna á sunnudegi 7. júní. Ég var að koma úr ayahuasca seremoníu og ekki mikið sofin. Ég geri mér enga grein fyrir því hvað langan tíma þetta tók. Engin klukka, engin tími, staddur í hóp með 20 manns í hefðbundnum skilningi ókunnugt fólk. Sem varð að einum og sama líkamannum. Það var einstaklingur með 30 ára reynslu frá Perú sem að stjórnaði athöfninni. Maður sem að hafði verið talað vel og já, hann bar af sér mikinn og góðan þokka og ljóst var að hann sem sagt bjó yfir mikilli reynslu. Það fer ekki á milli mála. Ég hef ekki farið í svona ayahuasca seremoníu áður og kannski allt í lagi að fara hérna yfir aðeins hérna, bara, ég ætla að lýsa því sem ég upplifði sem að sko, ég er bara að púsla hérna as we go en sem sagt í mörg þúsund ár hafa frumbyggja þjóðir í Amazon nota ayahuasca í trúarlegum athöfnum. Og ég farið yfir þetta áður. Þetta eru sem sagt hópar Shipibo, Gonibo, Ashanika og Yanomami ættbálkar. Þetta eru ættbálkar frá Brasilíu, Venezuela og Perú. Orðið ayahuasca kemur sem sagt úr tungumálahópnum Cueca og myndi þýðast sem vínviður sálarinnar eða vínviður hinna dauðu. Og svo kemur maður að samsetningunni, sem sagt sjálfu innihaldinu. Það er sem sagt ayahuasca er samsetning tveggja plantna. Banestriopsis capi eða maui og Psychotrik viridis sem er DMT. Ég er kannski ekki að bera þetta alveg rétt fram. Ég er svona hálf sósaðar ennþá. Samspil þessara tveggja plantna gerir upplifuna mögulega sem DMT eitt og sér virkar ekki ef það er drukkið. Altså því í maganum þá brotnar það niður en sé því blandað við sem sagt má sem eru hemlar úr vínviðnum þá stöðvast þetta niður brot og DMT verður virt. Allavega í eitthvað tíma og þessi ótrúlega flókna líffræðilega uppgötvun veldur svo djúpum sjón og meðvitundar breytingum og það er alveg ljóst, skal ég segja ykkur. Það voru drukknir 2 bollar í nótt eða í gærkvöldi eða hvað sem þetta nú var. Og það kom mér á óvart hvernig vökvinn var á bragðið. Það var eitthvað sem ég var aldrei smakkað áður. Og bollin númer 1 einhvern veginn rann ljúft niður og hann var svona feskur. Þetta var náttúrulega brúnt á litin en það var svo sérstakt þegar ég drakk hann og leið mér eins og ég var að drekka eitthvað sem var í grænt. Rann ljúflega niður og ég bara, þetta er ekki svo slæmt. En svo þegar ég þurfti að fara aftur sem sagt til sjaman og drekka bollan númer 2 þá gerði ég það með miklu hiki en gerði það samt sem áður og kom því niður. Það sem ég ætla að segja ykkur núna er sjúklega áhugavert. Sko, ég fór úr einstaklingsbundnu sjálfi yfir í sífellt víðari sjálfsupplifun. Og sko, ég byrjaði sem kattýr. Á dýnunni breyttist ég í kött. Trúið því eða ekki.
Ég fann mig sitjandi í stellingu sem köttur og ég gat allt í einu lengur ekki talað. Ég ekki að segja að ég hafi mjálmað, ég var ekki húsköttur, ég lá ekki á bakinu og malaði, en ég var köttur, ég var eins og jagúar, kattdýr. Ég fann fyrir þófum, ég fann fyrir bara feld og stór einkennilegt. Ég stóð þarna bara eins og sfinks. Ég man ekki í hvaða röð þetta allt var, altså hvað þessi dýr sem ég er að fara að lýsa hérna núna, hvort það var í bolla 1 eða 2, það kannski skiptir ekki máli. Næst varð ég að skordýri. Ég breyttist í maur, sem er einhvers konar upplifun að samfélagi, vinnu og mjög framandi líkamsgerð og framandi sjónarhorni. Ég sem sagt fer í maur úr kattdýri og kattdýrið er þá það sem ég upplifði, þetta er oft tengt við styrk, eðliskvöt, snerpu, hreyfingu og skynjun. Og ég taka fram að allt var þetta tengt þessari tónlist sem þeir kalla, held ég, Íkaros. Mjög sérkennilegt. Ég hef aldrei heyrt annað eins. Þessi tónlist, Íkaros tónlist, hún fór með mig á milli þessara dýra. Úr maur varð ég fugl, sem að ég upplifði sem mikið frelsi og yfirsýn, eins og ég var að sjá heiminn ofanfrá og það var mikill leikur. Og aftur, ekkert hefðbundið tungumál. Ég var bókstaflega orðin að fugl. Næst varð ég tré. Og það skal tekið fram að í gegnum öll þessi stig sem ég fór í gegnum, þá var einhvern veginn það eina sem meikaði sens var öndun. Ég andaði á hátt sem ég aldrei hef upplifað áður. Ég andaði 100% skilvirt í samræmi við hvað ég var. Og ég varð að trjástofn með greinar, laufblöð. Ég var algjörlega án, það var engin persóna. Sálin var heilög sem tré. Ég fann að það eina sem ég gerði eins og kjarnorkuver. Ég dró að mér súrefni og ég gaf frá mér súrefni. Bara svona í takt, langt, djúpt, langt, djúpt. Ég varð að tré. Svo varð ég eitthvað ójarnast. Sem sagt í einhvers konar formi varð ég að ójarneskri veru. Ekki geimveru. Ég varð afmyndaður. Hreyfingar urðu óhefbundnar. Ég þurfti að fara á klósetti 2 og í þau skipti þá þurfti ég að knýja fram hreyfingar og ég labbaði eins og ég væri með eitthvað konar þroskahömlun. Því ég var ekki maður. Venjuleg flokkun átti þarna ekki við. Hvorki dýr né maður. Ég var eitthvað allt annað, en samt sem maður í efnisformi, bara ekki jarðnesku. Það sem gerðist næst var að ég varð static eða loft og ekki einu sinni eitthvað hefðbundið jarðnesloft. Ég varð að einhverju sem er static. Ég fór, sem sagt, ég hafði farið þarna í þrepum úr manni yfir í algilda einingu. Ég fór í gegnum röð ýmissa lífsforma sem að minnir auðvitað á ákveðnar hugmyndir sem eru til í frumbyggja heimsmyndum, að all líf sé tengt og að mismyndu verur séu sem sagt bara ólíka birtingamyndir en þó sömu undirliggjandi vitundar. En ég fór í gegnum birtingaform efnis
en varð að suði. Ég varð að einhverju sem að var algjör kyrrð og algjört formleysi og ég hélt á þessum tímapunkti, þetta var svona í lokin, að ég væri komin í einhvers konar stjarfaklófa. En aldrei óttaðist ég að ég væri fastur. Því það var ekki til neitt sem var hefðbundið. Með öðrum orðum, engin ótti. Ég var það grunnsuði alheimsins, hreinni bakgrunnsvitund. Ekki endilega tómi, heldur einhverju sem varð allt annað. Sko, í ýmsum andlegum hefðum þá sem sagt reynt að lýsa þessu sem Shunyata í búddisma, tómleiki, samadhi í hindúisma eða nirvana, eða verða eitt með öllu í samkvæmt sjamanískum hefðum. Ég varða hreinni kyrstöðu án forms og án allra eiginleika. Oft lýst sem ástandi þar sem hugurinn hættir að skipta veruleikunum upp í hluti og upplifun. Og í samhengi við húníkún þá segja sjamanar oft, og ég skal tekið fram, þetta var ekki húníkún sjaman, en það oft sagt að þá í þessu samhengi þá hefði ég farið út fyrir einstök dýra og plöntu júksin inn á svið frumkraftsins sjálfs. Þetta frumkrafturinn. Eða frá sjónarhóli nútíma sálfræði þá væri líka hægt að nota hugtak eins og ego upplausn eða ego dissolution. Þetta upplausn sjálfsmyndar sem þýðir að maður sem sagt ekki maður missi vitið heldur að tilfinningin sem sagt aðskilnað milli mín og annars leysist þá í þessu tilfelli tímabundið upp. Hjá sumum þetta ógnvekjandi en hjá öðrum eins og hjá mér í nótt þá fylgdi þessu bara ekkert annað en öll kyrrð heimsins og tilfinningin að ekkert þurfi að gerast. Varla andadráttur. Ég þurfti að minna mig á andadrátt. Sko, ég þarf auðvitað ekki að ákveða núna hvað þetta var. Ég má alveg leyfa þessari reynslu að bara vera óútskýrð. Og margir sem að fara í svona djúpar reynslur innan ayahuasca segja að mikilvægasti hlutin komi ekki frá athöfninni sjálfri, heldur að á næstu dögum eða vikum þá sér maður hvort hún breyti því hvernig maður upplifir sjálfan sig, samband sitt við náttúruna og annað fólk, sem sagt sambönd. Það eru mismunandi leiðir til að skilja slíka reynslu. Það það. Og sem sagt margar þessar frumbyggja hefðir sem sagt í Amazon líta á ayahuasca sem leið til að komast í samband við andlegan veruleika sem er óháð mannshuganum. Þar geti aflið sem ég hitti þarna í nótt verið sem sagt andi plöntunar, skapari eða einhver önnur meðvituð vera. En svo ertu með heimspekilegri sýn, það eru sem sagt heimspekileg sýn eða dulhyggjusýn sem að geti haldið fram að meðvitund sé ekki afleiðing efnis heldur grundvallar eiginleiki alheims. Og þá geti sem sagt ayahuasca í þessu samhengi verið að breyta því hvernig ég tengist þessari víðari meðvitund. En það sem er áhugavert að ég breytist úr ketti í skordýr, í fugl, í tré, í eitthvað ójarnest og þar eftir í alheimssuðið. Og sko það sem ég upplifði og heyrði af mörgum sem ég var með þarna í morgun, það að fólk var í svona persónlegum málum.
það var eiginlega ekki pláss fyrir handfarangur í þessu ferðalagi mínu. Burt séð frá því að ég fór svona yfir, ég skauta yfir, er ég með eitthvað óuppgert í lífi mínu? Er eitthvað sem ég þarf að díla við? Og svarið við því var nei. Ekkert aðkallandi. Spurningunum var varpað fram, þarf ég að skammast mín fyrir eitthvað í þessu lífi? Svarið kom til mín skýrt, nei, það er engin skömm, allt er óuppgert. Ég hugsaði til foreldra, hvað með móður þín og föður, allt í samræmi við gefnar forsendur, haltu áfram að vera í samskiptum við þau, elskaðu þau út frá gefnum forsendum, sýndu þeim áhuga, tengsl, skapaðu tengsl samkvæmt gefnum forsendum. Ég fann fyrir þakklæti fyrir fjölskyldu minni, systur minni, bræðrum mínum. Ég bar fram bæn, þar sem ég var að kveðja dóttur minni í gær, hún fór mánuð í burtu í morgun, sem sagt hinum inn á landið í mánaðarvinnu. Ég kem ekki til með að sjá hann í mánuð og ég bað fyrir henni og ég fekk svar, það verður hugsað um hana. Ég áttaði mig á því hvað konan sem ég er giftur og sem sagt búin að vera saman með henni í 28 ár, hvað hún er mikilvæg í lífi mínu og hún er uppáhalds manneskjan mín. Hún er meira að segja grunnurinn að því ég get alið upp barnið mitt í tveim pólum. Þetta er 2 póla uppeldi. En kona mín er minn besti vinur. Við erum ekki alltaf sammála, en hún er minn traustasti vinur á öllum sviðum. Það kom til mín sterkt í nótt. Annað persónulegt var ekki til staðar. Ég spurði, það var í rauninni ekkert eftir annað en ég spurði þetta entity sem ég mætti, og þegar ég segi entity þá er ég að tala um stýrikerfið. Ég var þarna í stýrikerfi, ég virtist vera þarna í grunneðli eða grunnsköpun efnisveruleikans. Ég spurði auðvitað númer 1, hver ertu? Hver skapaði þig? Og af hverju? Ég fekk svar við 2 spurningum af 3. Númer 1, hver ertu? Svarið kom, ég er þú. Ég var að upplifa sjálfa mig. Hver skapaði þig? Þarna er þetta orðið skrítið. Sjálfskapað. Ég skapaði þetta sjálfur. Þetta er komin í algjöra þversögn hvað varðar afleiðing og orsaka lögmál. Maður spyr sig, hvort kemur undan eggið eða hænan? Það sem ég upplifði var ég, og ég skapaði sjálfa mig. Ég var bara, þarna var ég bara utterly farinn. Þarna var ég grunnsuð alheims farinn með svör við þessum 2 spurningum. Og þarna sagði ég upphátt setningu í fyrsta skipti, örugglega í 4 klukktíma. Ég sagði, þetta er ekki hægt. Og sessunutin minn hló. Góðu vinur minn. Síðasta spurningin var í rauninni tvíþætt. Af hverju er þetta skapað og hvenær? Svarið við seinni hluta spurningarinnar kom til mín og það var, þetta er ekki skapað í tíma, hann er að spurningin á ekki við. Af hverju fékk ég ekkert svar við? Og mjög líklega, því þarna kemur að tilgangi lífsins og tilgangurinn felst í að leita einmitt svara við þessari spurningu. Af hverju skapaði ég þennan efnisveruleika?
Ekki hvenar, á ekki við, af hverju ég mun eyða næstu milljörðum lífskeiða í að leita svara við þeirri spurningu. Í alls konar birtingamyndum efnis. Tré, maur, fugl, kattýr eða eitthvað algjörlega ójarnest. Eins og eitthvað freak, bara eitthvað þú veist, ég var bara hér í gær, ég var bara hérna. Það var ekki farið í þriðja bollan því að sjamaninn las aðstæður vel. Það átti bara einfaldlega ekki við. En ég hugsaði, ef hann býður upp á þriðja bollan og aðrir fara, þá mun ég elta. En ég var samt svolítið hikandi því að miðað við hvar ég var, þá hugsaði ég með sjálf mér hvað ég búin að fara núna í gegnum. Ef ég fer inn í þriðja bollan, þá ekki víst að ég snúi tilbaka. Sem að var kannski eina tilfinningin sem gæti túlkast sem ógnvekjandi. Að ég myndi leysast upp. En það var ekki farið í þriðja bollan. Guð sé lof. En þetta greiningin, elskurnar, að svo stöddu. Eins og ég segi, nú klukkan 20 mínútur í 3. Ekki hægt að segja að þetta hefði verið löng nótt, ekki hægt að segja að þetta hefði verið stutt nótt. Ég veit ekkert hvað ég svaf mikið, klukkutíma, 4, ég hef ekki hugmynd. Ég bara rankaði við mér út á bílastæði, sem sagt, bara klukkan 8 í morgun. Þegar ég opnaði símann. Og þá, sem sagt, hafði verið slökkt á honum í 13 klukkutíma. Ég ætla að fara, sem sagt, í öðrum þætti yfir tengsl þessara frumbyggja og þá Suður-Ameríku og Norður-Ameríku við, sem sagt, UFO-málaflokkin eða þessar NHI verur, ójarnesku verur. Það ekki pláss fyrir það hér og engin þörf á því. Þetta var bara greining á, sem sagt, þessari reynslu. Myndi ég mæla með henni fyrir aðra? Enga veginn. Myndi ég mæla á mótinni? Enga veginn. Hvorugt, þið finnið út úr því. Ef efni kallar, þá það í samræmi. Ef ekki, þá það líka í samræmi. Engin skömm, engin ótti, aðeins dulúð og galdrar. Ef þið viljið followa og subscribe Geimsýruna, þá það þvottahúsið Geimsýra og þið getið followa mig undir því nafni sem ég var skýrður, Gunnar Dan, og svo það TikTok, UFO Geimsýran. Það ránt að segja að ég elska ykkur. Það í samræmi við hvernig mér líður núna rétt að segja ég elska. Og einn líkami, ein ást. Já. Þar til næst. Namaste.